Komið sæl aftur. Við ætlum að færa okkur úr tónlistinni og yfir í annars konar list. Hingað eru komnir tveir listamenn, Arnar Arngrímsson og Snorri Ásmundsson. Ég veit ekki hvað ég á að titla þig, Arnar. Hvað er rithöfundur, kennari, kvikmyndaáhugamaður? Já, eitthvað svoleiðis. Já. Og Snorri listamaður, myndlistamaður, gjörningalistamaður. Eitthvað svoleiðis, sko. Þú ert allavega hérna núna sem kvikmyndaáhugamaður, fyrst og fremst. Já, passar. En núna helgina er að hefjast frönsk kvikmyndahátíð hérna á Akureyri sem þú hefur mikinn áhuga á og þekkir vel. Getur þú sagt mér aðeins frá henni? Hvers konar hátíð er þetta? Já, það er árviss viðburður að Frakkarnir koma hingað með nýjar myndir og í þetta sinn eru það 5 nýlega myndir og við byrjuðum í gær á því að sýna opna myndina L eftir Paul Verhoeven og síðan hef ég eftirleik á morgun með 2 myndum og síðan eru 2 myndir á dag fram á föstudag. Hver er svona sagan? Hvers vegna frönsk kvikmyndahátíð á Akureyri? Ég þekki nú ekki söguna það vel en það er náttúrulega sko hér í gamla daga þá þurfti nú ekki kvikmyndahátíð til að koma með franska myndir, það er einfaldlega poppuð upp og en já, ég segjum að þessu kannski 5-6 ár síðan að þeir fóru að mæta hingað og með pomp og prakt með sendiherra og leggja dálítið í þetta. Og nú erum við í Borgarbíó og eins og segi, L er svona aðalmyndin og hefur vakið mikla athygli. Hún Isabelle Huppert sem er aðalleikonan, er tilnefnd til Óskarsverðlauna og myndin sjálf tilnefnd sem besta erlenda myndin. Þetta er nú ekki þó að maður vilji gjarnan að allir koma að myndina, þá er þetta ekki þægileg, rómantísk gamanmynd eins og sumar hafi verið í gegnum tíðina. Þetta er kolsvört gamanmynd, myndi ég vilja segja, en mjög skemmtilegu tónn í henni og frumleg. Snorri, ert þú kvikmyndaáhugamaður? Já, ég hef alltaf verið mjög mikið fyrir kvikmyndir. En það passar eiginlega að setja á Akureyri núna? Já, ég held að það hef verið svona mitt fyrsti draumur að vera kvikmyndagerðarmaður, sko, áður en að ég var myndlistarmaður. Já, það. Og ég held reyndar, sko, að myndlist sé í rauninni bara skissubók fyrir kvikmyndagerði, sko. Já. Og í rauninni skissubók fyrir svo margt. Fyrir svo margt annað, já. Og þú ert með sýningu sem er að opna hérna helgina. Já. Getur þú sagt mér aðeins frá henni? Já, ég kalla hana, sko, In Arms, sem er í rauninni, sko, já, sem á þýða, sem á túlka sem svo að þetta sé, sko, að ég sé hérna á æskuslóðunum í faðminum á fjölskyldu og vinum. Svona, og svo er þetta líka svona að vígbúast, að vopna. Þannig að, sko, hérna í gamla daga, sem barn, hérna á Akureyri, þá muna flestir bekkjarfélagar og æskuvinir með mig, ég að teikna kúreka og indjána og eitthvað svolítið. Þannig að þetta er svona svolítið nostalgía, svona tengja þetta saman. Þú ert náttúrulega hérna frá Akureyri. Já, ég fættur upp alveg hérna og bundið sterkum böndum. Og er heiðursborgari hérna. Þú ert heiðursborgari. Það má ekki gleyma því, ég var gerður að heiðursborgari hérna fyrir 15 ára síðan. Já, og nýtið þess. Reyndar er svolítið umdeilanlegur titill en þetta... Það er nú ekki það eina svona umdeilda sem að þú hefur verið viðriðinn. Nei. Tíðina. Þú ert svolítið svona, sko þessi sýning, þú hefur verið þekktur fyrir það svona aðeins kannski að, hvað ég var að segja, ögra ríkjandi viðhorfum kannski. Ertu að því í þessari sýningu In Arms? Ég veit það ekki. Þetta er sko bara partur af mínum karakter, sko. Ég er sportdrykki og ég er svona 6-faldur sportdrykki, held ég. Eða 5-faldur allavega. Þannig að ég er mjög svona hættulegur, sko, á hvern hátt og er bara krónískur óþekktar angi. En ég jú, stundum ögra ég meira en mér finnst ég ekkert vera að ögra núna. Þetta er meira svona, já, ég er svona að anda hérna, ég er búinn að vera hérna á Akureyri núna í 1,5 mánuð sem er lengsti tími sem ég hef verið hérna, búinn að vera miklu flandri og ferðalögum, þannig að, já, þetta er svona, ég er svona að njóta þess að vera í arminum, sko, í faðminum og hérna, já. Það er fallegt. Arnar, hefur þú fylgst eitthvað með Snorra? Já, óhjákvæmilega. Ég man eftir hún frá því í gamla daga og síðan í gegnum tíðina þegar hann hefur vakið mikla athygli fyrir uppákomur sínar
minnir að þú hefur verið að selja aflátsbréf einhvern tímann. Já. Ég ennþá á því, sko. Þú ert ennþá á því? Já, þau eru roksælast og ekki síst, sko, eftir hrunið, sko. Já, var mikil aukning eftir hrunið. Já. Þörf, uppsöfnu þörf. Já. Ég verði eiginlega að spyrja þig út í eitt verkefni, Snorri, þetta þú varst að auglýsa eftir líkum til þess að dansa við. Já. Hvernig gengur það verkefni? Hefur þú náð að finna? Ég hef ekki fundið þetta en þá, sko. En það er ekki tækt að panta neitt svona. Það er mjög erfitt að panta þetta. Það er hægt að finna einstakling sem er fúst til að taka þátt í verkefninu, sem eru margir í rauninni, en þeir eru bara ekkert á grafabakkanum með þá, þannig að þetta er bara svona langtíma verkefni og köllunin kemur bara þegar hún kemur, sko. Þú heldur áfram að leita, þú ert ennþá í því Já, ég er náttúrulega, þetta er alltaf bakveirað og ég býð bara eftir þessu tækifæri og það kemur eflaust, sko. Já, og þetta er alveg að þú myndir ekkert hætta við ef þetta myndi síðan Nei, þetta er bara eitthvað sem ég verð að klára, sko. Já. Það er Af hverju? Hvað er það við þetta sem er svona spennandi? Það er sko, flest af því sem ég geri er yfirleitt eitthvað sem mér finnst fyndið eða skemmtilegt og langar að gera. Og ég bara geri það á þess að, ég hika ekki, ég bara geri það. Og talandi um það að þörf fyrir að ögra og fyrst og fremst sjálfum mér, að þá kom þessi hugmynd einhvern tímann þegar ég var að performera með einum Akureyringi, Jóhann Eiríksssyni, sem er í Reptilicus. Við vorum svolítið að vinna saman, að þá kom þessi hugmynd og hún bara er búin að hún tók mig alveg í gegn og auðvitað langar mig ekkert að vera innan lík. Ég hef engan og ég er ekki neitt svona kinky í þannig, sko. Ég er mjög held ég siðanur svona á einhvern hátt. En þetta er bara eitthvað, þetta er hugmynd sem að ég bara fann að ég verð að klára, sko. Mér langar að dansa við dauðan. Já. Eins og við gerum líka. Eins og við gerum í daglegu lífi, kannski. Já. Arnur, við víkjum kannski aðeins aftur að kvikmyndunum. Já. Sko, franskar kvikmyndir. Hvað er nú málið með það? Hvað er svona merkilegt við franskar kvikmyndir? Það er nú erfitt að segja. Sko, þessi skipting í franskar, evrópskar, þýskar og amerískar kvikmyndir, þetta er tiltölulega nýtt af nálinni. Að segjum fyrir 30-40 ára, þá komu bara myndir héðan og þaðan. Og það var ekkert verið að feitletra það í dagskráni að svona mynd væri að ræða. Kannski er það einfaldlega þessi þörf fyrir að sjá eitthvað annað en amerískt, en sko, nei, það er í sjálfu sér ekkert framandi við franska kvikmyndagerð, þannig séð. Það eru mjög svona, þetta er mjög þekkt að tala franska kvikmyndir og svona þekkt konsept. Þetta er náttúrulega sko frumkvöðlar í kvikmyndalistinni og gríðarlega öflugur bransi og maður verður að sætta sig við það að sjá þetta einu svona ári en helst myndum að vilja að þetta kæmi bara í reglulega, það eru örugglega 50 til 100 franska myndir sem getur komið í kvikmyndahúsin á hverju ári. Já, það er svoleiðis. Þetta er náttúrulega sko, fransk kvikmyndagerð, hún lifir líka svolítið fornri fræð, en eitt talandi um svona það er oft verið að gera íslenskt þetta, franskt þetta og mér finnst þetta oft taka hlutina svolítið niður, sko. Það skipta þessu svona? Já, því að þetta er svona, eða að fara að setja mig í einhvern hatt sem íslenskur myndlistarmaður, íslenski listamenn sína, íslensk kvikmynda, það er eitthvað svona, mér finnst það ekki gott, sko, en reyndar ég er mjög jákvæður út í franska kvikmyndahátíð, ég sæki þær mikið, sko. Já, það er ekki það, en svona, það er landið eða hvaðan það kemur, það er bara snilldin gerist og hvaða land sem það kann að vera, sko. Herra drengir, ég held að tíminn sé bara hlaupinn frá okkur, ótrúlega gaman að spjalla við ykkur. Við minnum bara á sýning hjá þér morgun í sal Myndlistafélagsins, ekki rétt? Já, Kaupvangsstræti 10. Og franska kvikmyndahátíðin sem er að rúlla af stað hjá okkur hérna á Akureyri. Snorri og Arnar, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn. Takk fyrir mig. Og við komum hérna aftur eftir skamma stund, en við ætlum fyrst að skella okkur á söngkeppni. Sturtuhausinn söngkeppni Verkmenntaskólans á Akureyri fór fram í gærkvöldi og Vigdís Diljá var á staðnum.